Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Ok, ég byrja núna að taka upp. Mér finnst að byrja að taka upp. Ég byrja að taka upp. Ertu komið með mækin á þig? Já, ég meina, heyrir ekki alveg í mér? Jú, ég heyri alveg í þér og ég sé að það heyrir samt betur í mér en þér. Prófa þú að tala núna. Já, það er náttúrulega bara því ég er svolítið langt í burtu. Já. En það er bara því ég er að búa til te handa þér. Dásamlegt. Nú er engin í mynd til dæmis, þannig ef einhver Það er er að horfa. ógeðslega fyndið. Það er engin í mynd, en nú eru við í mynd. Heyrðu, ég gerði hérna handa þér rósate. Já. Já. Ok, og engar hollenskar eitraðar rósir. Nei, þetta eru sko ætarrósir. Ok, ég hitti mann í ræktinni í morgun sem að fór að tala um rósir við mig. Nei. Ég var búin að hlusta á rósaþáttina. Og hvað sagði það? Hann sagði bara, jæja, hann sagði eitthvað í sambandi við það að ég hefði nú ekki verið að fá mér neinar hollenskar eitraðar rósir í morgunmat eða eitthvað svona, þú veist, ég man ekki alveg hvað hann sagði. Nei. En hérna, þá hugsaði ég bara, en gaman. Hann veit eitthvað meira um rósir og ég veit eitthvað meira um rósir af því að þú ert að... Með svo mikinn áhuga Á rósum. Á rósum. Á rósum. Já. En þetta er rósate. Já. Hérna, já, sem sagt rósir eiga að vera með mjög háa tíðni, whatever that means. Já. Og, Hvað hlýtur að þýða eitthvað svona bara svona... já, það eru með... Eins og komist meir í birta að hugsunum manns. Já, og það er eiga að færa manni gleði, ánægju og jafnvel smá svona eufóríu, svona Eins og ég trúi þess ekki að þetta sé að gerast. Nei, eufóría er svona meira svona bara, þegar maður verður svona yfirkomin af kátínu. Já, rósir eiga að geta gert þetta. Já. Já, allavega allir sem að gefa sig að rósum virðast þeirra yfirkomnir af hamingju. Ég kom með svona smá þráhyggju. Mér langar dálítið að verða rósabóndi. Já, það hefur komið fram. Já, ég veit. Og hérna, Fyrir bara passa að þú situr ekki trefin Svo gaman hvað þú ert alltaf mikill tæknimaður, Dóra. En samt alveg glötuð í því. Nei, þú ert ekki glötuð, þú ert nefnilega rosalega góður tæknimaður. En núna hugsa ég, að því að ég er leikona, ég veit að hljóðmaðurinn myndi segja, viljið þið hætta að slá í bollana? Skeiðin ekki í bollana, af því að það þarf að vinna hljóðið seinna En sko, varstu búin að taka eftir hvað er með flottan kaffbolla? Já, hvað sem orðið? Morðið Gunnbla. En þetta eru semst með morgunblað stöfunum, ef einhver sér þetta. Já. Þetta er semst svona listaverkabolli. Já. Ég keypti hann hjá þeim þarna upp á Samstöðinni. Já. Já, þau eru nefnilega með lítið gallerí upp á Samstöð. Já. Og selja verk eftir svona listamenn sem eru svona óþekkir listamenn sem eru að gera svona illa hættarhæra. Já, já. Ég sá tæknimenn, ég sá hvernig andlitaði verptist í Ég bara framan. ætlar hún að halda áfram að slá helvítis tesíunni Í bollan. Já, nei, nú er ég hætt. Já, já. En á mínu bolla stendur but first TikTok. Já, kettirnir mínir gáfu hérna Júlíu, þetta er jólagjöf. Það heyrðist núna sláttur í þínum. Já, það fór í gleraugun hjá mér, þú veist. Þetta er þessi taka hefði komst mikið fyrir notuð, skilurðu, af því að það sé bara, ok, aftur getur þú látið tesíun að vera á réttum stað í bollanum. Heyrðu, en þú varst að flytja fyrirlestur. Já, ég flutti 2 fyrirlestara í morgun. Já. Annars vegar í hérna barnaskóla og hins vegar í tónlistarskóla. Hvað, stjörnufræði? Nei, ég er búin að búa til fyrirlestur sem ég er að flytja á nokkrum stöðum og hann er svona, ég skýr hann upp á nýtt í hvers skipti sem ég flyt hann, af því þá er hann nýr fyrir mér í hvers skipti sem ég flyt hann. Ef inntækið er einhvers konar innblástur eða það sem er að halda í mig lífinu þessa dagana, af því ég er búin að spá mikið í bara svona þetta, eða ég er bara alltaf eitthvað að spá í lífið og tilveruna og hvað fær mig til að tikka og
af hverju langum að vera hérna og þú veist, og svona er ég að feika það, mér finnst gaman að vera til eða finnst mér gaman að vera til? Finnst þér ekki gaman að vera til? Jú, mér finnst þokkalega gaman að vera til. En ég ásamt alveg svona stað í mér þar sem ég fer í svona hvaða blekking er þetta? Já, ég er rosa fegin, mér finnst ég vera laus út úr þessu að sko halda að verða eitthvað meira gaman á morgun en í dag. Nei, ég er nefnilega búin að gera mér alveg grein fyrir því. Að það verður ekki meira gaman á morgun en í dag. Og það verður ekki meira gaman eftir viku. Nei, og það verður ekki meira gaman þó ég fá eitthvað ákveðið verkefni. Nei. Af því að öll verkefni sem maður fær eru, sko, maður segir já við þeim af því að maður langar það, en þau eru alltaf mjög erfið ef maður ætlar að gera þau vel. Sem sagt, þau krefjast mikils framlags. Þannig að fá verkefni, það er bara svona haha, yey, en svo hefst vinnan. Já, þetta er kannski meira það að maður þarf einhvern veginn að, þetta er svo frábært í íslensku, að láta hverjum degi nægja sína þjáningu. Já. Eða sína gleði, sko. En ég vakna glöð. Já, ég geri það alltaf líka. Já. Mér finnst ég svo heppin með það. Og líka þegar það hefur verið erfitt, ef mér er kannski ekki general í liðinu sérstaklega vel, þá er það einhvern veginn alltaf bara, ég vakna alveg til í þetta. Já. Svo getur alveg þyrmt yfir mig bara stuttu síðar. Já. En eins og í morgun, ég meina það voru 2 fyrirlestrar framundan og ég fæ svona, það er hægt að kalla það kvíða, en það má líka kalla bara hleðslu. Ég er svona eins og hlaða upp í 2 skot, að þeir eru 2 ólíkir staðir og 2 ólík áhlaup og mér langar að gera vel. Og hérna, og ég vaknaði í morgun og maðurinn minn er búinn að vera veikur í vikunni, þannig ég vaknaði í morgun og ég er alveg viss að ég sé lasin. Ég bara, já, ég er lasin, ok, ég er lasin. Og hérna, og... Þegar þú lendir í þessu, kemur þá aldrei í þig svona dulin von, ég sé ráðin smá lasin, ég get tekið mig kannski dag frí. Ég hef bara aldrei eiginlega tekið mig frí þegar ég verð lasin. Þannig að það kemur alls ekki sú tilfinning. Heldur er það meira svona... Nei, ég tek mér náttúrulega ekki frí heldur nema ég sé bara, þú veist, close to death. Já. En sko... Ég ætla að segja hvað gerist sem ég er búin að fatta, að þá veit ég að ég verð samt að fara fram úr, að ég get aldrei vita hvort ég er lasin fyrir ég er allavega komin fram úr. Af því að það getur bara verið svona einhver tilfinning á koddanum. Einmitt. Og svo var ég áfram, ég lagði spil, sem ég geri alla mótna núna, og ég dró spil og hérna, og ég heyrði ekki almennilega í spilunum. Þú veist, að því ég les spilin og ég fæ svona eins og mér er sagðar sögur inn í mér, svona eins og ég sé, svolítið eins og konur sem er að lesa í bolla, eða fólk sem lesa í bolla. Og ég heyrði ekkert svoleiðis inn í mér og ég sagði, já, ég er fárveik. Ég get ekki haldið þessa fyrirlestra, hvað þeir verða lélegir í dag, ég verða að gera það samt, að því að það er fullt af fólki sem býður eftir mér og svona. En svo vissi ég, að því ég var samt komin í íþróttafötuna og ætlaði í ræktina og þess vegna er ég að segja frá þessu. Ég er búin að uppgötva það. Að ég veit ekki hvort ég er lasin fyrir en ég er búin að fara í ræktina. Ok. Af því að það sem gerist þegar ég fer í líkamsrækt... Og smita alltaf í ræktinni hugsanlega. Já. En það sem gerist í líkamsræktinni þegar blóði fer að streyma í skrokknum á mér, þá kemur raunverulega í ljós hvort þetta er bara skapið eða hugsanir eða skilur, hvort þetta er bara eitthvað ásett sem gerist í nóttinni eða kvíði frá kvöldinu áður, ég nenni ekki að segja kvíði af því að það er svo leiðilegt, eða áhyggjur eða hugsanir frá kvöldinu áður. Ég veit það ekki fyrir en pumpan fer að dæla blóði skrokkin og ég eins og hreinsast, þá veit ég hvort ég er lasin eða ekki. Og ég var ekki lasin. Og ég var alveg ég ætlaði að fara á verið 20 mínútur að því ég vissi að ég myndi halda betri fyrirlestur ef ég væri aðeins búin að hreyfa mig. En svo var ég bara allt í lagi með mig. Og hvað tókst í ræktinni í morgun? Hvað gerðir þið? Við vorum að gera mikið svona jafnvægisæfingar. Á priki og halda í teygju frá hlið og beygja mig niður. Var það svona sérstaklega hannað fyrir fólk sem drakk mikið jólinu? Kannski með jafnvægi og ójafnvægið, jafnvægið í ójafnvægi? Já, jafnvægið í ójafnvæginu. Það var sérstaklega hannað fyrir fólk sem finnst gaman að skíða og mér finnst gaman að skíða. Þetta eru allt svona svolítið svona fætur, jafnvægi, teygja til hliðar. Þú ert náttúrulega að fara í skíðaferð bráðum. Já. Hvað hugsaðu þú ert í fjallinu að skíða þetta? Ég hef ekki skíðað síðan ég var 32 ára. Ég fer næst að gráta þegar þú spyrir mig þess. Já, hvað? Að skíða er held ég það skemmtilegasta sem ég geri. Og bara,
þú bara ýtir af stað og það er bara algjör frelsistilfinning. Það er bara, hver einasta beygja á skíðunum er bara núna, 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 núna. Það er þetta fræga, þessi fræga núvitund er þar. Já. Já. Og leikur, ég upplifi algjöran leik, ég er að takast á við, ég fer hratt, ég get ekki verið að hugsa mikið, en ég tek eftir, ég er ofta að flauta með, ég er að skíða svona. Já, ok. Og ég er einmitt, og ég geri þetta mjög mikið og börnin mín benda mér á það. En Skammast þau? Nei, ég skammast mín ekkert fyrir það, ég tek ekki eftir því þegar ég geri þetta. En skammast þau? Já, þeim finnst þetta líka bara pirrandi. Af því ég er bara svona... Þú ert ekki onni í þeim þegar þú ert að skíða? Nei, ég er með líka heima hjá mér, ég flauta líka, nú er ég að tala um flautið. Já. Já, flautið er þannig að ég las daginn að þegar þú flautar eða ert að syngja, þá getur ekki verið að hugsa. Þannig að ég næ mér inn í núvitund með því að vera svona að flauta. Og þetta hef ég gert alveg bara frá því mann eftir mér. Amma hummaði svona, Amma Ólína, hún svona sönglaði með sjálfur sér. Já. Þannig ég mæli með þessu við fólk sem ekki gerir þetta, að gera þetta. Af því að þá er maður bara... Getur þú gefið dæmi þá hvernig þú lætur þegar þú ert svona ein með sjálfur að finna þig núvitundina? Þetta gerist að sjálfur sér, hvernig? Djöfull fyndið að þetta fer í taugarnar á börnunum. Þá finna þau að ég er ekki í tengslum við þau. Já, ég er komin úr tengslum, ég er komin og er bara ein með mér. Þú ert bara ein með þér. Já, einmitt. Komin í eigin heim. Já, ég er komin í eigin heim, sko. Sem ekki er hægt að trufla því. Nei, eða þau vilja ekki trufla því. Nei, þau þurfa að sækja mig út úr honum. Já. Þú ert að flauta. Já. Þá eru þau búin að sækja mig aftur í sambandi við sig, sko. Einmitt. Það er falleg. Já. En ég sérst að fara að skíða og ég elska að skíða. Og það... Þú náttúrulega byrjaði að skíða bara þú varst pínlítil. Já, svona eitthvað 6-7 ára. Ég öfundaði svo þegar þú varst lítilega svona útivistarforeldra. Af því að mínir foreldrar voru ágæt og fín og alltaf, en þau voru svona innivistarforeldrar. Já. Skilurðu? Það var ekki svona, þau voru ekki svona útilegu fólk eða útivistarfólk, sko. Nei, ég var heppið með það, að þau voru svona duglega að hreyfa sig. Og veturna, ég man eftir því þegar við vorum að kynnast þarna bara pínlítla, þá varst þú átt að fara helgar á skíði. Já, á skíði, já. Æfðirðu skíði? Já, ég æfði skíði bara þá til ég var 11 ára. Alveg nóg til þess að ég svona allavega læriði svona þess að skíða vel. En þá fór ég að leika í þjóðleikúrsinu. Já. Og það var allar helgar. Og það var bara eitt kast af börnum, það var ekki annar A-hópur og B-hópur eins og eru alltaf núna í leiksýningum. Þeir voru mjög óvitum. Já. Þannig að þá í rauninni hætti ég, þannig að leikhúsið eyðilagði skíðaframa minn. Þannig séð, þú veist. Nei, mér finnst þetta flott. Annars, ef þú hefur ekki verið að leika í þessu barnaleikriði, þá er orðið heimsfrægur skíðastökkvari. Nei, það hefði ég aldrei orðið. Er það ekki? Nei, ég var ekki það góð. Varst þú hávaxin til að vera það? Nei, ég var ekki með, alveg svo í handboltanum, ég var aldrei neitt rosalega góð. Ég var alveg flink, en ég er seinþroska. Ég var ekki ég var aldrei framúrskarandi. Kepptu bræðinir? Já, þeir eru alveg... Helgi og Steini á skíðum? Já, og Kommi líka, en svo fékk Kommi veiktist í bakinu og hætti að keppa. En þeir voru allir svona, Helgi alveg framúrskarandi skíðamaður. Já, og allar dætur hans framúrskarandi skíðamenn. Þannig að... En börnin þín, þú hefur sett þau á skíði? Já, þau skíða öll. Og Steini æði skíði. Við gerum það saman, ég og Steini. Já. Við skíðum saman. Og mér finnst rosalega gaman að skíða með fjölskyldunni. Já. En þú hætti að tala um skíð, það nennir ekki að hlusta á þetta. Að ég eitthvað tala um hvað mér gaman að skíða. Jó, mér finnst þetta, ég er nefnilega verið svolítið svona öfundsjúk að þú skuli gera þetta og svona eitthvað svona sem þið getur gert þetta saman. Við erum svo sundurleit, ég og börnin mín, ég veit ekki hvað við gætum gert þetta saman. Nei. En eins og að surfa eða eitthvað svoleiðis? Ég krakkarnir, Júlía og Steini, þessi yngstu, þau í Mexíkó, þá setti ég þau í svona surfingskóla og ég bara sá þau ekkert, þau voru bara út á sjónum og rosalega bæði svona líkamlega fær og við fórum með þau á skíði, þau voru pínlítil, ég og Stefán og þau voru bæði náttúrulega að hafa upplag í það en ég þarf eiginlega bara hvetja þau til þess að fara sjálf. Mér langar nefnilega þú veist, þess vegna er ég að fara til Marokkó. Ég fór þangað í fyrra en þá var ekki rétta sísonið þegar ég kom. En ég er að fara til Marokkó núna í lok mars og
mér langar svo að prófa að surfa og ég veit ekki hvort mér finnst það gaman. Til að örugglega eftir að finnast það gaman. Já, og ég veit ekki hvort þetta er svona draumur, ég ætla að surfa, en svo með kajak, mér finnst alveg gaman að vera á kajak, en ég er ekki með ástríðu fyrir að vera á kajak. En hefur þið verið á svona paddleboard, þar sem þú svona reynir að standa upp á því? Já, ég hef bara reynt það. Ég tók 2 daga í svoleiðis námskeið í Mexíkó. Og? Mér gekk furðulega vel. Já. Mér gekk furðulega vel, sko. Ég var náttúrulega alveg með, sko, fullarinn mann með mér að kenna mér, sko. Já. Svo þú veist, þetta var svona alveg svona kennsla fyrir aumingja. Já. En ég sko, að því ég finna þegar ég fer í frí, þá finnst mér rosa gott að hafa eitthvað fyrir stafni. Eitthvað svona, það sem ég getur verið að flauta á meðan. Mér veist, ég get hins vegar alveg farið í frí og gert ekkert. Ég er orðin góð í því. En þú ert alltaf að lesa. Ekkert endilega. Mér finnst líka bara gaman að vera einhvers staðar og horfa og vera bara einhvern veginn í... Og horfa á hvað? Og bara horfa á lífið. Já, á fólk, á torgum og svona. Já, það er mjög gaman. Það er mjög skemmtilegt. Ég elska það, sko. Ég elska það. En ég er með svona leyni að, sko, ég elska að ferðast, en ég er rosalega hrædd. Dóra, hefur þú komið til Nice? Ég veit, hún heitir Nice. Já, það er mjög næs í Nice. Það er Nice. Já, ég veit það. Og það er næs í Nice. Að því að Icelandair byrja að fljúga beint síðastlið sumar, vorum við nokkra daga í Nice áður en við fórum einhvert annað í Suður-Frakklandi. En það er næs í Nice. Já, ég er bara skíthrædd við það óþekkta. Já. Og það er svona, þú veist, þetta er svona algjör togstreita í karakternum mínum. Þú veist, annars vegar þrá ég ferðalög og að ferðast og hins vegar er ég skíthrædd. Nei, þú vilt svona ákveðið öryggi bara. Já. Og ég meina eins og þegar við vorum þarna inn í, ekki Amazonskóginum heldur hinum regnskóginum í Ekvador, þá fórum við inn í hann og við löbbum inn í þorp þar sem eru bara innfæddir og þau eru að spila blak og þau hætta að spila svo við getum gengið inn í blakvöllinn og það er, þú veist, þetta er inn í regnskógi og við erum búin að vera á bát sem vorum 4,5 klukkutíma að komast þarna. Við héldum þetta tæki bara 1,5 klukkutíma, við vorum ekki búin að borða neitt, við vorum, þú veist, við vorum í alveg svona bara mjög ekstrím aðstæðum. Og Nico vildi labba aðeins lengra en það sem var svona gistiheimili og skoða, Nico maður minn, heldur en það sem er gistiheimili og þá stoppaði ég bara. Ég vildi bara vera hjá gistiheimilinu. Þannig ég fór inn á gistiheimili. Já, bara varkár. Já, en hann labbaði áfram til að skoða einhver fleiri hús og þú veist þannig að ég er með svona og ég bara oft veltist fyrir mér svona annars vegar. Myndir þú vilja, ef við færum að ferðast saman, að við værum búin að skipuleggja allt alveg í dítel? Mér finnst það rosalega gaman þegar það er og ég þarf ekki að reka á eftir öðrum. Ég hef einu sinni farið til Rómar. Við höfum ekki ferðast mikið saman, við höfum einu sinni farið saman til útlanda. Hvenær? Já, til Parísar. Til Parísar, eftir við verðum fullorðnar, sko. Já, og svo fórum við bara til Svíþjóðar þegar við vorum börn. Börn, já. Kannski er þetta eitthvað sem við ættum að fara að pæla í. Já, kannski ættum við að gera það. Fara að ferðast með, en þá ætla ég að koma með bókina sem ég er með. Á ég að koma með hana núna? Já, en ég ætlaði að segja bara, þá mættir þú skipuleggja alveg ferðina. Nei, ég hef ekki gaman að skipuleggja ferðir. Nei, ok, ég skal þá skipuleggja alveg ferðina. Já, þú mátt alveg skipuleggja og ég nefnilega, mér finnst svo gott að... Finnst þér þá gott að ég myndi bjóða þér upp á svona A og B opsjónir? Þú veist, kannski yfir daginn. Að gera þetta þennan dag eða þennan dag? Já, þú veist, ok, hérna er dagur. Já. Morgunni getur gert A, B. Eftir hátíði getum við gert A, B. Nei. Og kvöldi A, B. Nei. Ég myndi frekar segja bara, hittu mig niður klukkan 9. Ég er að fara með því í ævintýraferð. Elska, má ég tala fyrst eða ætla þú að tala svo? Bara allt í lagi. Já, þá tala ég fyrst. Ég elska grænmetis úrvalið í Hagkaup. Já, það er geggjað. Og ef maður langar í ykkur svona exotíska ávexti eða grænmeti, þá fær maður það þar. Já. Það er þannig. Þannig að allt í tengslum við veislur eða þú átt von á einhverju sérstöku, það er alltaf Hagkaup. En þetta er merkilegt að við skulum lenda á þessum stað því að þú veist ekkert hvaða bók er að koma með. Nei, hvaða bók ertu með? Bókin sem ég kem með þetta heitir Kjölfar kríunnar. Já. Og þetta er bók eftir Unni Jökuls og Þorbjörn Magnússon og þau sem sagt sigldu á skútu heimsins höf. Einmitt.
og þau skrifuðu saman þessa bók og Unnur skrifaði seinni bókina í Þau voru Kríarsiglingum par, Suðurhöf og þau voru Já, kærustupar. já. Og þessar bækur þeirra breyttu lífi mínu. Já, ég man mjög vel eftir því þegar þessi bók kom út. Gott ef að ég fekk hann ekki bara í jólagjöf frá pappa og mömmu, sko. En það sprengdi á mér hausinn þegar ég las þetta, Já. hvað ég hugsaði smátt. Já. Ég hugsa, vá, ég hugsa bara til Evrópu, ég hugsa bara eitt flug eitthvert, ég hugsaði í svo smáum heimi. Og með því að lesa þessar bækur og ná að tengja svona vel við þau, hvernig þau horfðu á hlutina og hvernig þau svona einhvern veginn tókust á við hlutina, ég gat sett mig svo vel í þeirra spor, þú veist, voru í fiski út á landi, söfnuðu pening, fóru til Kaupmannahafnar, hún að skúra á spítulum, hann eitthvað að kaupa grunn í skútu, byggja hana sjálf og eitthvað svona, þú veist. Algjört ævintýrafólk. Algjört ævintýrafólk og leggja svo óhrædd, sko. Þetta, ég bara fattaði hvað ég var með margar hindranir í hausnum á mér að ferðast stórt. Finnst þér ekki merkilegt fólk sem að bara, sem að ekki með þessar hindranir? Jú, og ég skil ekki af hverju við erum öll með þessar hindranir. Alltaf að láta eins og bara, þú veist, það fara allt til andskotans að við þorum að taka einhverjar ákvarðanir sem að til dæmis taka bara leigja út íbúðina sín í ár og fara eitthvað. Þú veist, hvað gerist? Það gerist nákvæmlega ekki neitt, nema það að fólk verður sér út einhverja lífsreynslu. En af hverju erum við svona hrædd við það? Já, af hverju erum við svona hrædd við það? Ég man eitt dálítið merkilegt í sambandi við þessa, ég man ekki hvort það var þessi bók, í kjölfar Kríunnar eða hvað hún hét nú næsta bókin þeirra eftir. Kríarsiglingum Suðurhöf, heitir hinn? Hvenær kemur þetta út? Það er það sem ég langar að vita. Af því að nú er ég örugglega eitthvað að rugla, af því að það slæri allir saman í hausnum á mér. Nei, hún kemur út, pabbi og mamma hafa ekki gefið mér, af því hún kemur út, jú, það getur nú verið. 1989, jú, mamma deyr ekki fyrir 96. Sko, ég man ekki hvort það er í þessari bók eða það lítur yfir því að, nei, bara, nú, ertu nýbúin að lesa hann nokkuð aftur? Nei, en ég skoðaði myndirnar. Já, til að rifja hann upp. Já, eða bara svona eitthvað. Ég man hana bara svo vel. Það er ekki margar bækur sem ég man neitt en ég man mjög mikið úr þessari bók. Já, en sko sem sagt, einhvers staðar segja þau nefnilega frá því, ég held þegar þau koma til Grænhöfðaeyja. Já. Að þá, sem sagt, ganga þau fram á Cesaríu Evoru sem þar að syngja á bar og var ekki orðin heimsfræg, sko. Já, í alvöru. Og ég man ekki hvort það er í þessari bók eða næstu, nema það að þetta er eins og þú sagðir, Unnur Jökulsdóttir sem var elsta barn Jökuls Jakobssonar, rithöfundar og leikskálds. Litli bróðir hans, vinur okkar, nei, litli bróðir hennar. Já, hann Hrafn. Nei. Sem að bjóða svo lengi í Svíþjóð. Magnús Haukur, sem við lékum báðar við. Já, sem var æskuvinur okkar. Hann nefnilega færði mér fyrsta Cesaríu Evoru geisladiskinn. Og ég hafði aldrei heyrt í Cesaríu Evoru þá. Og annarkvort var þetta í bókunum að þau gengu fram á hana. Eða þá að hann sagði mig frá því að Unnur og Þorbjörn hefðu heyrt hann að syngja. Við stýrum suðvestur eftir beinni snirtilegri línu í sjókortinu, frá Kanaríeyjum til Cabo Verde. Og þau sko voru lengi á Kanaríeyjum og leigðu bátinn út þar og voru að reyna að búa til einhvern peningi samt við það, en það gekk ekki alveg. Þannig að hann flaug heim og seldi íbúðuna þeirra og kom með allan peninginn og þeim í bankanum fannst þau brjáluð og kom með allan peningana með sér aftur til Kanaríeyja og meðan beið Unnur á Kanaríeyjum og þannig það að leggja stað í hérna einlu heimsreisu. Sem við kallum Grænhöfðaeyju, Stóra Hundaeyja er horfin norður og niður í hafdjúpið en tindurinn Telde, eldfjallinu á Tenerife, er í hvítum bjargkring úr skýjum og treður marvaðan í... Teide heitir fjallið á Tenerife, er það ekki? Já, þau skrifa það Telde, með elli. Já, dimmblár af átökum við fjarlæðina.
Kría vagar áfram sína votu slóð innan hvítfexta öldutoppana sem einnig stefndu til Grænhöfðaeyja undan óþreytandi puðri norðaustan staðvindsins. Hún á hreinu lensi, rauðbrún seglin bómuð sitt í hvort borðið, beggja skauta byr. Með þessu áframhaldi, og það eru alla líkur á að byrinn haldist, mun það taka hana það bil viku að plægja sitt 850 mílna kjölfar suður til eyjanna. Kanaríeyjar hverfa brátt úr sjónmáli bak við bungu hafflatarins. Ein afleiðing þess að jörðin hnöttur. Eins og meira að segja sjálfur páfinn hefur nú loksins viðurkennt og gott ef ekki flogið í kringum hann í breiðþotu Vatíkansins í mörg þúsund veta hæð þar sem áður var ekki fært nema ósvimagjörnum englum. Ok, svo halda þið áfram, ég bara að sjá hvort þú minnist það. En sko ég man bara að svo var það Ray Cooder, tónlistarmaðurinn Ray Cooder sem uppgötaði Cesaríu Evóru, fyrir ekki ég rann með henni. En ég gleymi því ekki þegar Magnús Haukur færði mér þennan disk, hvað mér fannst þetta geggjöð músík frá Grænhöfðaeyjum. Sko. Og hún bara... Og einhvern veginn sagan sem fylgdi, hvort sem að Magnús Haukur sagði mér hana eða hvort þetta var í annar hverju bókinu þeirra, að þá sem sagt drakk hún, sem sagt hún söng fyrir drykkjupenningum. Svo las ég seinna að þegar hún var orðin heimsfræg, hún Cesaría, sem var líka kölluð berfætta dívan, það var eitthvað búið til svona hallarslegt nafn á hana auðvitað á Vesturlöndum. Hún var náttúrulega bara... Hérna er þetta! Já. Lengst upp í hlíðum á bar þar sem lítil hljómsveit leikur angurværa músík situr kona ein við borð. Konan er berfætt og glasið er tómt. Hún styður olnbogum á borðið og grefur höfuðið í höndum sér. Þetta er Cesaría, söngkonan dáða næturgali eyjanna. Fæst hún til að syngja í kvöld? Ef glasið er fyllt, eins og hverinn sem fær sápu til að þeyta upp strókum. Það er liðið á kvöld þegar Cesaría, sem ekki hefur bært á sér utan að bergja á glasinu, stendur upp til að syngja og kliðurinn þagnar í eftirvæntingu. Þessi hlýja, tregafulla rödd með titringi sem verður eftir í blóðinu. Undir öðrum kringumstæðum hefði hún fyllt sali óperuhúsana, en hver hefði þá átt að syngja fyrir þetta fólk? Hver hefði þá átt að syngja fyrir þetta fólk? Einmitt. Það er hérna... Ég ætla að setja bara smá Cesaríu á hérna. Já. Bara svona aðeins. Þannig að fólk muni hvernig ég er að tala. Svo sá ég hana nefnilega... svo las ég seinna, svo sá ég hana tvisvar á tónleikum. Ég sá hana á tónleikum á Íslandi. Já. Svo sá ég hana á tónleikum í mjög litlu lókali í Los Angeles með tengdaforeldrum mínum og Stefáni Karli. Og það voru ógleymanlegir tónleikar. Þetta var í svona litlu húsi eins og Iðnó. Þannig að maður var svo nálægt henni. Og hún var með svo flott band, bara, þú veist, rosalega flotta percussion stráka og geggjaðan píanóleikara og alveg ævintýralega góðan bassaleikara. Og einmitt sat svona berfætt við borðið og drakk viskí alla nóttina. Og hún, mér var einhvern tímann sögð sú saga að þegar hún var orðin rík og fræg, þá var hennar fyrsta verk að fara aftur heim til Grænhöfðaeyja og bjóða öllum í mat og fyllirí. Já, það gat hún núna loksins. Já, það gat hún, sko. Hún er búin að vera að syngja fyrir drykkjum allt lífið. Og ég var að setja eitthvað lag. Og þetta er náttúrulega mikið músík frá Grænhöfðaeyjum sem hún syngur, en svo náttúrulega hefur hún líka, svo fór hún að syngja rosa mikið af svona bara alls konar slögurum, bæði portúgölskum og spænskum og alveg, þú veist, en syngur á portúgölsku yfirleitt, sko. Ok. Já. Heyrum að. Alveg ótrúleg rödd, sko. Já. Og þú veist, það er einhvern veginn svo mikil svona lífsreynsla og kraftur í þessu. Þetta er svona einn af þeim diskum sem hefur mest spilar í
lífi mínu, skilur þú veist. Alveg óendanlega mikið